Góði Gunnlaugur, góðan daginn. Góðan og blessaðan. Hvað segið þið, strákar? Það gaman að vera með ykkur hérna í dag, strákar. Þú ert ekki svona kátur. Nei, ég veit það. Þú varst alveg berjálaður þegar þú labbaðir hérna inn. Segðu okkur eins frá umferðinni. Heyrðu, hún rugl. Hvað að ykkur? Þið sem eru að keyra, hvað að ykkur? Þetta óþolandi. Varst þú ekki að keyra það? Jú, ég bara hinir, kollega mínir í umferðinni. Ég meina slökum á flautunni, krakkar. Þú eru meina að flauta? Já, ég meina allt pikkfast. Og ég ekki fúll af því að var verið að flauta á mig, sko. Nei. Ég bara samkennt með samborgurum mínum. Þú tókst þessu náttúrulega með stóisir róið, ekki? Jú, ég náttúrulega bara... Ég hugsaði bara, ég meina, er maður eitthvað að drífa sig, skilur? Júli á afmæli og svona? Júli á afmæli og bara förum okkur hægt, sko. Herðu, annars gaman að sjá þig og við erum nú leikárið að fara í gang, heldur betur. Og hérna, ég veit að það er mörg verkefni sem þú ert að sýsla í. Jú. Og hérna, eitt af því eru barnaleikritin sem ég vil nú meina sé ekki beint barnaleikrit því að húmorinn þannig. Já, Svavar, ert þú búin að sjá? Nei, ég þarf að fara að smala saman öllum svona fransískjunum. Það þarf þessum? Það þarf ekkert. Það ekki, ég bara koma sjálfur. Já. Áttu ekki nokkra hunda? Jú, kottu með það maður. Er það ekki? Jú. Ég heldur að það hefði nú eitthvað út á þröst að setja í... Já, kannski. Nei, já, við erum að við byrjum í október með Baunagrasið í Borgarleikhúsinu sem við frumsýndum við fyrra. Vakti gífurlega lukku. Já, gríðarlega. Og svo erum við að fara norður með Eldfærin, gömlu sýningun okkar, sko. Já. Og vorum við síðustu helgi og sunnudaginn og Rækastuð? Það var rosa stuð, ógeðslega gaman í Hofi, menningarhúsinu. Og verðum svo með 2 sýningar næsta sunnudag. En svo getum við ekkert verið meir, sko. Og þannig það er loka sjens. Það er bara loka sjens. Það allir að fara inn á miði.is. Býtu, ertu búin að taka upp snjóúlpuna og buksunar? Nei, það nú reynda góð spá. Já. Ekki? Jú. Já, þú veist, það er eitthvað aðeins að hlýna. Það að hlýna, en ekki mikið. Nei, ég hugsa bara með hlýhug til þeirra norður. Já. Þetta er rosalegt ástand. Þetta er miklu verra heldur en við malarbönnin gerum okkur einn fyrir. Nei, við erum bara hvað er að gerast? Í trafíkinni? Já. Og eitthvað. Væla yfir því. Hvað er aðeins að vera að væla í því? Já, nákvæmlega. Ég er bara með bullandi samviskupið. Já, svo eru menn að grafa lömb. Já. Nei, þetta er hræðilegt. Ætlar að segja mér hvernig þú áttaðir á því að ástandi var svona slæmt? Nei, ég bara þegar maður horfði á fréttirnar. Þetta er bara hræðilegt. Þetta er hræðilegt. Já, en Eldfærin í Hofi. Það er nú hægt að ylja sér yfir því. Á sunnudaginn, klukkan 1:30. Það er svo gaman að þessu, strákar. En hvað segir ég? Þið eru bara hér alla virka mótna og... Hvað? Strákar, hvað er að gerast hérna? Ég veit það ekki. Ég spók hvort ég þurfa að setja lag og... Herðu, þið gráti bara hérna. Já, það er... Þetta voru svona smá moment sem maður mátti ekki vera lótt en við látum það bíða. Já. Sko, fyrir utan það, þú veist að fara að leika í til dæmis þessari uppsetningu helgina fyrir norðan. Já. Þá nú meira að gera. Já. Það er sýning sem er kunnar frumsýnd núna í lok september. Hvað? Það er svo mikið að gera, ég veit ekki hvað að tala þarna. Já, sama tíma ári. Já, sama tíma ári. Já, við erum að æfa það núna á fullu, ég og Nína Dögg, Siggi Sigurjóns og Bjarni Haukur. Það er mjög fyndið, sko, að vanarlega nú bara 1 leikstjóri og fullt af leikurum. Núna eru 2 leikarar og 2 leikstjórar. Hvernig er það? Það er alveg frikað. Það er alveg nýtt. Siggi leikstýri mér og Bjarni henni og... Nei, það er ekki alveg svona. En málið er að Siggi Sigurjóns er nefnilega að leikstýra Gullleigunni sem er frumsýnd á föstudaginn. Ég er að ná að plugga rosalega. Komdu með það? Gullleigan í Borgarleikhúsinu á föstudaginn. Og Siggi Sigurjóns er að leikstýra því og okkur og Bjarni Haukur er að leikstýra með honum, þannig að þeir gera þetta svona saman. Og og maður svona hefði haldið kannski að það væri einhver ágreiningur og svona slagsmál og læti. En veistu, það er svo gaman hjá okkur. Þetta var bara svo meðal sveimaglúkur. Stelpur, það er svo gaman hjá okkur. Nei, þetta er náttúrulega þetta er rosalega skemmtileg. Það verður skemmtileg sýning. Það er margir muna nú eftir þessa sýningu. Sáuð þið hana í gamla dag? Já. Ég man það ekki. Siggi Sigurjóns og Tinna Gunnlaugsdóttir.
leiku þetta Nei, ég sá það ekki. Nei, og þar á undan Bessi og Magga Guðmunds þeir eru svo ungir, þeir munu ekki eftir því Ætli þú ert svo gamall þá? já, ég man eftir þessu Jú, en við ætlum allavega að fara og ég allavega að vera svolítið leikhúsinnaður já og þið mælið með barnaleikritum fyrir mig þá ég bara alveg Nei, þetta er sko þetta er fjölskyldusýning Já, sko, að sama tíma ári já, sama tíma ári er bara fyrir alla sko Já, og svo náttúrulega já, meira eldri Já, en bara með húmórinni er þannig sko, þú hefur alveg, já þú getur alveg sleppt í að fara með börnin. Já, ég skil Við erum ekkert, við hérna, sko, börn eru svo þroskuð og þeim finnst svo gaman ef það tala við þau eins og fullori fólk. Þau skilja það alveg. Já, já. Það fer ekkert jafn mikið töðar á börnum eins og þegar það er tala við þau eins og þau séu Einhver gaga-gúgú húmór. Já, bara þegar það er tala við þau svona smábarnamál eins og þau séu bara, já, maður er bara, þú veist, það er upp í kók, sko. Þannig að hérna við reynum bara að tala við alla það er bara jafnréttis grundvöllurinn sko það er bara svoleiðis En nú ertu nú aðeins á heimavelli þarna fyrir norðan en hvernig er að leika í Hofi? Svona á móti náttúrulega svona litla kósi leikhúsinu í Brekkunni Litla kósi leikhúsi er náttúrulega æðislegt það er eitt besta leikhús á landinu Já. En Hof er svona fjölnota menningarhús Já. og þau eru bara orðin svo sjóuð í því að breyta því í leikhús setja upp svona eitthvað teppi á veggina þannig að hljómburðurinn verði betri fyrir talamál og svona þannig að það er já, en þetta er náttúrulega gríðarlega stórt og við tókum ákvörðun að selja ekki upp á svalirnar á eldhverjum af því það er ekkit gaman að vera 2 ára og sitja á 33. bekk sko. Þannig að við reyndum að minnka aðeins enn stóra sal Ég satt á púðum þegar ég satt að fyrsta á gólfinu Já, það var rosa gaman Já, mjög gaman Já. En það er svona hérna, þannig að við erum þetta kemur rosalega vel út Þetta er mjög spennandi Þetta er sjúkt Gaman og norrlenskir áhörundur eru frábærir sko. Við ekki það Nei Jú Ekkert þannig Ekkert spes Herðu, hérna, gott með þig Kanntu dönsku? Gott med, ja det snakker dansk, ja Jeg snakker dansk med det, og det er så dejligt, og jeg her Radio Cannes, og 100,5 Nej, jeg tager ikke det Han taler dejligt 100 og radio Radio, já Það var basic, en þetta það reddaði svolítið málan, það gerir þetta svolítið danst Já, telefonkatalóg Já, ég hef stúdent í dönsku, skilur Þú ert, já Og það er kannski svolítið sláandi Skulur að stúdent í dönsku Já, ég meina, og get ekki bjarga lífi sínu, sko Nei, ef þú þurftir Annars eitt hérna, svona bara varandi lönd og fólk og svona Ég fór til Svíþjóður í sumar Með familíuna Vad det går? 770 Já, víst, just det Og hérna, það er svolítið munur nefnilega á dönum og svíum að mér finnst það gaman að bulla, sko Og þeir eru í Danmörku og það segir, ég skal hafa en pulse Með því helu? Og þá segir, hérna, pulsustjórin Hvad? Jeg skal hafa en pulse What do you want? Þeir eru að tala við mig ensku En í Svíþjóð þá var ég eitthvað svona ég skal hafa glass, ís sem sagt og hún skildi mig ekki alveg fyrst glass, ekki gloss Nú ég held að það skal hafa gloss og ég skal hafa gloss ég leið nóg glass og hérna og þá fara Svíarnir allir í svona hjálpargýrin það vilja allir hjálpa þér að tala tungumálið þeirra mér finnst það frábært að því að það eru svo margir sem að fara svona einhvern veginn í baklas verður þú ekki að reyna þykjast kunna tungumáli mitt eitthvað svona Svíarnir alveg bara Ég hef bara heyrði aðra sögu gærkvöldi með nákvæmlega þessu frá Danmörku þegar það var einn sem ákvað sko á þriðabjóra bara, jú, fjandinn ég tala dönsku og hún ætlaði að köpa sér skó og segir við afgjörstöfuna á dönsku að hún ætlaði að borga fyrir þessu skó en það sé blettur á skónu þeirra og reynda að segja þetta á dönsku svona, þú veist, íslensk dönsku og afgjörstöfuna hafi bara verið með rosa stór blái og horta á hann og sagt do you speak English? Þetta er svona og reyna ekki einu sinni að skilja bara alveg bara, ég nefnir sér ekki maður skilur það líka kannski
af því að svo förum við alltaf í hérna þessi eitthvað svona nett að gera grín sko yeah. Við það alveg bara og svo segir, sko, það verður að segja hvað skulle farið raskat haha já, einmitt já. En hérna Allar að koma með okkur, við erum að fara 2. nóvember taka móti björnum nei, alveg já, snjórinn fellur Túborg jólabjörnin veistu af hverju þeir segja að snjórinn fellur þegar Túborg björnin kemur já nei, ég hef ekki það var tilvílum fyrir með örgum ára síðan klukkan 20:59 þá voru að taka fyrsta jólabjörn út tókun út í bílum, leiðum það gerist fjall snjórinn þannig að þeir tala alltaf um það síðan þá snjóen falder snjóen falder jeg skal have en øl for det snjóen falder og en Tuborg-øl já, einmitt þetta við alltaf eitthvað túlk það þess vegna sem þið eru að voru að spyrja hvort þið talaði dönsku nei, ég er nú bara að pæli það eiginlega dýrar að hafa mann heima það kostar bara 59,9 nei, sko, flug og hótel gefið henni ekki gjald þú er líka heldur góður í flugfröðumæknum á leiðinni því að við fáum hann að já sérðu JFU til Kuben så kan du tekið gríni Kanst du ikke fortælle mig hvad det Rådhuspladsen já, nákvæmlega nej, jeg kan ikke fortælle dig fordi du er ikke Kuben já, nákvæmlega ef við kemur til dæmis núna á borðið hérna þá myndi ég kannski fara svona að tegja mig og fara já, við skulum fara að fá auðlýsingar góði gaman að sjá er þið sömuleg, sjáumst, bye